brotin veldi. Hérna erum við með kvadratrótina af sviganum 2 sinnum x í öðru veldi, sinnum y í fjórða veldi, svíinn lokar og svíinn allur í þriðja veldi. Nú, þegar ég skoða hennar sviga sem í þriðja veldi, þá ágætt að skrifa hjá sér að tvisturinn í fyrsta veldi. Það x-ið sem í öðru veldi, svo y í fjórða veldi og allt sem inn í sviganum í þriðja veldi. Þannig að ég ætla að margfalda þetta þriðja veldi inn í svigan, 3 sinnum 4 sem gefur mér y-ið í 12. veldi, 3 sinnum annað veldið sem gefur mér x-ið í 7. veldi og 3 sinnum 1 sem þýðir að tvisturinn hérna í þriðja veldi. Þannig að þegar ég búin að laga þetta hér, þá lítur það svona út. Kvadratrótin af, eftir að hafa klára svigan, kvadratrótin af 2 í þriðja veldi, sinnum x í 7. veldi, sinnum y í 12. veldi. Eftir þetta setjum ég bara upp brotin veldi, þannig að tvisturinn í veldinu veldið á móti rótinni, x í veldinu veldið á móti rótinni og y í veldinu veldið á móti rótinni. Nú þetta allt saman veldið allt saman deilt með 2, sem þýðir að tvisturinn áfram í 3 öðru veldi. Ég vinn það ekki, það bara áfram þannig. En x-ið í veldinu 6 deilt með 2 sem þýðir að x í þriðja veldi og y í veldinu 12 deilt með 2 eða í 7. veldi. Þannig að hér lokasvarið komið mun einfaldara heldur en upphaflega dæmið.